uppboðsleið eins og hún hefur verið rædd í dag. Hún hefur ekki verið rædd sem einhver ein leið. Ég alveg sannfærður það að ef hún verður á þennan versta hátt, þá muni aflaheimildir sogast til þeirra sem að hafa pening til þess að kaupa þær. Ég hef líka áhyggjur af því að þeir sem að hafa ekki fjármuni til að kaupa þær muni veðsetja sig umfram getu. Ég held að þessi leið myndi valda því að það er meira óöryggi í sambandi við bæði sjómenn og líka við landverkafólk. Ef að það verði einhver óvissa það hvort að þeirra útgerðarfyrirtæki gæti keypt hérna á þessari uppboðsleið eða ekki. Stærri fyrirtækin gæti kannski rettað sér, en öll minni fyrirtækin, það yrði erfiðara fyrir þau og meira óöryggi fyrir það fólk sem að þar myndi vinna. Eins og blasir við mér, þá væri þetta uppboð þar sem að útgerðin myndi þá bjóða í kvótann, þannig að sá sem að býði hæst næði kvótanum. Við vitum þá ekki fyrirfram hverju munu eignast aflaheimildirnar. Það eru líklega fjársterkar aðilarnir. Það eru auðvitað þá einhver einn eða tveir sem verða ennþá ríkari ef það er það sem menn vilja sjá fyrir sér. Þetta er ekkert allt saman stórútgerðir. Þetta er nefnilega út allt land eru fjölskylduútgerðir sem eru búin að vinna í þessu frá því að afið er að stofna þetta og það er fólk ennþá í því að vinna við þetta og vill vinna við þetta og vill búa á þessum stöðum. Við erum með svo mikið fjölda af útgerðum hérna og það náttúrulega skapar alveg fullt af afleiddum störfum. Ég menna hvort sem það er verslun eða þjónustufyrirtæki eða annað, að þetta hefur náttúrulega ekki góð áhrif ef þeim fækkar. Þannig að ég held að þessi leið, hún er ekki, held ég, að mínum mati góð fyrir Ísland í heild sinni.